Þegar Nýting Iceland var alveg að verða til að þá ákvað ég að sækja þátttöku í UH hjá Hermanni Árnasyni sem að sá það. Og UH er í rauninni að mestu leyti fyrir fyrirtæki sem eru komin dálítið á veg með sitt pródúkt og farin að selja og eru að fara í útrás. En Hermanni leist svo ansi vel á hugmyndina að hann ákvað að taka mig inn í prógrammið. Og þannig kom ég fyrst að einhverju sem að Íslandsstofa eða þá útflutningsráð hefur upp á að bjóða. Fyrir mig var þetta í rauninni að sko forma hugmyndina af því að hugmyndin var svo óbúslega ung og hún var svona komin, hvað ætli hafi ekki verið komin, kannski svona 50-60% áleiðis sko. En pródúktið varð eiginlega til þarna hjá í örmum Íslandsstofu, má segja. Þegar UH síðan búið, það var ársprógramm, að þá hélt ég áfram með fyrirtækið í útstím og komst þannig í samband við viðskiptafélaga í Bandaríkjunum sem ég er að vinna með í dag. Þannig að það var í rauninni ónáttúrulegt að gera það. Ég held að fyrirtæki á mjög ólíkum stigum geti nýtt sér þjónustuna og það veit ég í gegnum þátttöku mína í UH vegna þess að þar sat ég með 7 öðrum fyrirtækjum sem voru á mjög ólíkum stöðum í sínu fyrirtækjalífi. Ég var bara nýfædd og þarna voru gamlingjar og unglingar og allt þar á milli. Ég held að fólk kannski gerir sér ekki alveg grein fyrir hversu aðgengilegt þetta er og geti ætti kannski að vera pínlítið ófeimnara við að sækja þessa þjónustu. Og það er, prógrammið er opaslega reynt. Það er gagnreynt þetta prógramm sem þeir eru að bjóða upp á og sérfræðingarnir sem eru kallaðir til þess að messa yfir þeim sem að taka þátt eru þeir réttu. Ég held að það hafi ekki verið neitt sem að maður var svona, ég hef nú bara átt að vera heima. Þetta var allt saman, það var mikið virði í öllu prógramminu og í utanumhaldinu líka. Og ég náttúrulega var í hópinum 20 og það kannski segir sitt að það er búið að keyra prógramm þá 19 sinnum áður. Og þegar reynslan kemur þá slípast þetta þannig að ég get ekki ímyndað mér annað en að það verði alltaf betra og betra með tímanum.